Þingsetningarfundi framhaldið á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Forseta hefur borist bréf dagsett 9. september síðastliðinn frá Birni Leví Gunnarssyni, 7. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, þar sem hann segir af sér sem 5. varaforseti Alþingis. Borist hafa bréf frá 1. og 8. varaþingmanni Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi, Þórunni Björgu Bjarnadóttur og Jenný Ósk Vignisdóttur, dagsett 1. september síðastliðinn, þar sem þær segja af sér varaþingmennsku fyrir flokkinn. Samkvæmt þessu færast varamenn flokksins neðar á listanum upp 1 til 2 sæti sem því nemur og 1. varaþingmaður flokksins í kjördæminu verður Hermann Jónsson Bragason vélstjóri. Forseta hefur borist bréf dagsett 7. september frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Helga Vala Helgadóttir tekur sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Loga Einarssonar, en hann verður varamaður í sömu nefnd í stað Oddnýjar G. Harðardóttur. Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur sæti sem aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd í stað Helgu Völu Helgadóttur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Borist hefur bréf frá Andrési Inga Jónssyni, 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, að hann verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi Valgerður Árnadóttir, 2. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, en 1. varamaður hefur boðað forföll. Valgerður hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að undirrita heitstafinn. Valgerður Árnadóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 1, fjárlög 2023 stjórnarfrumvarp, og þingskjali 2, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2023 stjórnarfrumvarp. Tekið fyrir 1. dagskrármálið kosning 5. varaforseta í stað Björns Leví Gunnarssonar, samanber 5. málsgrein 82. greinar þingskapa. Mér hefur borist ein tilnefning 10. þingmann Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Inga Jónsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Andrés Inga Jónsson réttkjörinn sem 5. varaforseta Alþingis. Ég óska honum til hamingju með kosninguna og allra heilla í starfi og færi hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni þakkir fyrir samstarf á vettvangi forsætisnefndar. Tekið fyrir 2. dagskrármálið kosning 2 manna og jafnmargra varamanna í fjármálaráð til 3 ára að viðhafðri hlutfallskosningu, samanber 13. grein laga nr. 123/2015 opinber fjárlög. Mér hefur borist einn listi sem á eru nöfnin aðalmenn Arna Ólafsson og Þórunn Helgadóttir og varamenn Ágúst Arnórsson og Elísabet Kemp Stefánsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áður talda einstaklinga réttkjörna í fjármálaráð. Leita þarf afbrigða frá þingsköpum, það er að segja 4. málsgrein 3. greinar þingskapa, þannig að hluta megi sæti formanna þingflokka sérstaklega og að þeir hafi sæti næst inngangi í salinn og dragi innbyrðis þessi sæti. Skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Samkvæmt því eru þá sæti þingflokksformanna þessi miðað við hlutaveltu sem átti sér stað á síðasta fundi þingflokksformanna. Guðmundur Ingi Kristinsson hlýtur sæti nr. 2, Ingibjörg Isaksen hlýtur sæti nr. 7, Hanna Katrín Friðriksson hlýtur sæti nr. 8, Orri Páll Jóhannsson hlýtur sæti nr. 13, Bergþór Ólason hlýtur sæti nr. 22, Óli Björn Kárason hlýtur sæti nr. 23, Halldóra Mogensen hlýtur sæti nr. 44 og Helga Vala Helgadóttir sæti nr. 45. Þá hefur ennfremur orðið samkomulag hvernig hluta skuli sæti fyrir hv. þingmenn Ingu Sæland og Steinunni Þóru Árnadóttur, þannig að þær fái sæti sem henta þeim sérstaklega. Fær Inga Sæland sæti nr. 5 og Steinunn Þóra Árnadóttir sæti nr. 57. Þetta skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá að þessu loknu verður tekið fyrir 3. dagskrármálið og hlutað sæti annarra þingmanna.
Sætahlutunin fer þannig fram að þingmenn verða kvaddir hingað að forsetaborði með nafnakalli og draga sér sæti. Formenn þingflokka draga sæti fyrir fjarstadda þingmenn. Fyrst verður hlutað það hver dregur fyrst. Og upp kom talan 58, þannig að fyrst það Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, sem hingað kemur og dregur sæti. Ég bið hv. þingmenn, þegar þeir hafa dregið kúluna úr boxinu, að rétta mér og ég mun síðan lesa upp töluna í heyranda hljóði. Hv. þingmaður hlýtur sæti númer 47. Þá það hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Sæti númer 15. Þórarinn Ingi Pétursson, 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Og næst þá hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þórarinn Ingi Stefánsson dregur sæti númer 4. Ingi Pétursson dregur sæti númer 48 og þingflokksformaður dregur fyrir Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur sem hlýtur sæti númer 25. Þá næst Þórunn Sveinbjarnardóttir, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Næst þá Valgerður Árnadóttir, Valgerður í stað Andrésar Inga. En Þórunn Sveinbjarnardóttir hlýtur sæti númer 52 og þá það Valgerður Árnadóttir sem dregur fyrir hönd Andrésar Inga Jónssonar. Það kúlan. Og næst þá Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og Valgerður Árnadóttir dregur sæti númer 4 og þá það hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem dregur sæti númer 46 og næstur þá hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson og næstur Ásmundur Friðriksson. Hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson dregur sæti númer 50 og Ásmundur Friðriksson dregur nú og næst þá Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ásmundur Friðriksson dregur sæti númer 19 og á eftir Ásthildi Lóu Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Ásthildur Lóa Þórsdóttir dregur sæti númer 35 og þá það sæti Berglindar Óskar Guðmundsdóttur sem dregur sæti númer 6. Næst þá dregið fyrir hv. þingmann Birgi Þórarinsson og þar á eftir Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Birgir Þórarinsson hlýtur sæti númer 27. Á eftir Bjarkeyju það hv. þingmaður Bjarni Jónsson eða sá sem dregur í hans stað. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir dregur sæti númer 3. Og þá þarf ég að biðja þingflokksformann að draga fyrir hv. þingmann Bjarna Jónsson og næstur þá Björn Leví Gunnarsson. Bjarni Jónsson hlýtur sæti númer 28. Á eftir Bjarni Leví Gunnarsssyni það Bryndís Haraldsdóttir. Björn Leví Gunnarsson fær sæti númer 42. Og
Þá dregur Bryndís Haraldsdóttir og eftir henni Diljá Mist Einarsdóttir. Bryndís Haraldsdóttir dregur sæti númer 53. Diljá Mist þá næst þarf þá að draga fyrir Eyjólf Ármannsson. En Diljá Mist, gjörðu svo vel. Allt saman vinningur, sko. Diljá Mist Einarsdóttir hlýtur sæti númer 17. Þá dregið fyrir hv. þingmann Eyjólf Ármannsson og næst á eftir það hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Eyjólfur Ármannsson hlýtur sæti númer 18. Á eftir Gísla Rafni Ólafssyni það Guðbrandur Einarsson. Gísli Rafn Ólafsson hlýtur sæti númer 37. Guðbrandur Einarsson dregur sæti númer 10. Guðbrandur Einarsson dregur sæti númer 10. Þá næst í röðinni Guðrún Hafsteinsdóttir og þar á eftir Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Guðrún Hafsteinsdóttir dregur sæti númer 9. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir það næst og þar á eftir Halla Signý Kristjánsdóttir. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir dregur sæti númer 16. Á eftir Höllu Signíu það komið að Hildi Sverrisdóttur. Halla Signý Kristjánsdóttir dregur sæti númer 12. Á eftir Hildi Sverrisdóttur hljóp yfir hv. þingmann Harald Benediktsson. Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson næstur og þar á eftir Hildur Sverrisdóttir. Haraldur Sverrisson dregur sæti númer 24. Haraldur Benediktsson og Hildur Sverrisdóttir dregur sæti númer 55. Þá komið að hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni eða þingflokksformanni í hans stað og þar á eftir Jódís Skúladóttir. Jakob Frímann Magnússon hlýtur sæti númer 41. Á eftir Jódísi komið að hv. þingmanni Jóhanni Friðriki Friðrikssyni. Hv. þingmaður Jódís Skúladóttir sæti númer 43. Á eftir Jóhanni Friðrikssyni Jóhann Páll Jóhannsson hv. þingmaður. Fyrst dregur hv. þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson. Ekki góð reynsla að ég nota sömu kúlurnar aftur. Hv. þingmaður, þetta myndi vera 29. Hv. þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson dregur sæti númer 29. Þá það hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson og þá komið að hv. þingmanni Kristrúnu Frostadóttur. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fær sæti númer 11 og á eftir Kristrúnu Frostadóttur dregur hv. þingmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Kristrún Frostadóttir hv. þingmaður dregur sæti númer 49. Og á eftir hv. þingmanni Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur sem fær sæti númer 21 það dregið fyrir hv. þingmann Líneik Önnu Sævarsdóttur. Þar á eftir hv. þingmann Logi Einarsson. Líneik Anna Sævarsdóttir hlýtur sæti 34, það ekki? 34. Logi Einarsson hv. þingmaður fær sæti númer 36. Logi Einarsson fær sæti númer 36 og þá næstur Njáll Trausti Friðbertsson. Og þegar að Njáll hefur dregið komið að Oddnýju G. Harðardóttur. Hv. þingmaður Njáll Trausti
Friðbertsson fær sæti nr. 33 og á eftir Oddnýju Harðardóttur er komið að hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni. Oddný G. Harðardóttir fær sæti nr. 30. Á eftir Sigmari Guðmundssyni er komið að hv. þingmanni. Þá er næst Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En Sigmar Guðmundsson fær sæti nr. 39. Og eftir Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni er komið að Stefáni Vagni Stefánssyni. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fær sæti nr. 54. Eftir Stefáni Vagni Stefánssyni er komið að Tómasi A. Tómassyni. Það fækkar. Stefán Vagn Stefánsson fær sæti nr. 40. Þá er komið að hv. þingmanni Tómasi A. Tómassyni. Og næstur er þó Vilhjálmur Árnason, ef ég les það rétt. Tómas A. Tómasson fær sæti nr. 14. Sama sætið? Nei, getur það verið. Og þá er Vilhjálmur Árnason eftir og á ekki mikið val. Og það er sæti nr. 20. Þá sýnist mér að lokið sé að hluta til sæti þingmanna. Dagskrá þingsetningarfundarins er þar af leiðandi tæmd. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Hann verður annað kvöld, miðvikudaginn 14. september og hefst klukkan 19:35. Þá flytur hæstv. Forsætisráðherra stefnuræðu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, samanber 62. grein þingskapa, og fara fram umræður um hana. Samkomulag um fyrirkomulag umræðunnar. Umræðurnar verða 2 og verður ræðutími 6 mínútur í hvorri umferð, en forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu. Umræðunni verður útvarpað og sjónvarpað. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Fundi er slitið.